Velkomin í hlaðvarp Samorku, lífæðar landsins. Ég heiti Sveinn Helgason. Í dag ætlum við að beina athyglinni að vatni, verndun og nýtingu vatns. Ég heiti Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir og ég starfa núna sem landssérfræðingur hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, hjá DG Environment í umhverfismálum. Og ég sem sagt hluti af teymi sem að vinna við sjálfbæra ferskvatnsstjórnun. Segðu mér aðeins fyrst frá því hlutverk framkvæmdastjórnar ESB í stórum dráttum og þessi samspili milli helstu stofnana Evrópusambandsins. Ég held að það sé gott að skýra það áður en við höldum lengra. Já, akkurat, þetta er náttúrulega gríðarlega stórt gangverk í rauninni sem að framkvæmdastjórnin og öll þessi stjórnsýsla er. Framkvæmdastjórnin, þar sem ég hún hefur rauninni það hlutverk að þá undirbúa stefnur og undirbúa löggjöf Evrópusambandsins og framkvæmdastjórnin fer í rauninni með alla málaflokka Evrópusambandsins nema þá utanríkismál og það sem að framkvæmdastjórnin að gera kannski dagsdaglega akkurat að vinna þessari stefnumótun og framfylgja henni og það ákveðið kerfi náttúrulega sem að fer af stað þegar verið að bæða vinna þessar stefnur og svo að setja reglurnar og framkvæmdastjórnin þá í rauninni setur fram svona ákveðin pakka sem að framkvæmdastjórnin vill að ná fram og svo fer að stað í rauninni svona ákveðið samningaferli og þá setjast á borðinu sem sagt framkvæmdastjórnin með sitt þá frumvarp eða stefnumótun. Segir Birna, en hinar tvær stofnanir Evrópusambandsins í þessu ferli eru ráðherraráð Evrópusambandsins, ráðið svokallaða og svo Evrópuþingið. Og þetta kallað trialóg og getur tekið bara þó nokkuð tíma þegar að stefnan hefur verið mótuð og sett fram eða þá löggjöfin og þarna þurfa menn í rauninni að komast á að einhverju samkomulagi hvernig þá stefnan eða löggjöfin mun koma til með að líta út. Þannig að svona stórum dráttum að þá þetta ferlið. En í kringum þetta náttúrulega heilmikil vinna og það eru alls konar vinnuhópar og hagsmunaaðilar og sérfræðingar sem að koma að því að vinna bæði að stefnunni og svo að löggjöfinni sjálfri í öllu þessu ferli. Þannig eins til dæmis ef við erum að tala vatnamálina þá eru ótal sérfræðingahópar sem eru sem sagt að störfum þá með aðildarríkjunum eða með hagsmunahópum frá ríkjunum til þess að koma þessu öllu saman í rauninni og svo eftir að löggjöfin innleidd þá tekur í rauninni við annað ferli að þá innleiða með ríkjunum og hagsmunaaðilum. Og Ísland í þessu ferli öllu saman, Ísland ekki aðili að Evrópusambandinu en við erum með samningin Evrópska efnahagssvæðið. Akkurat og við eigum sæti við borðið. Og ef ég tala bara út frá þessum málaflokki sem vatnamálin eru til dæmis að þá eru við og höfum verið undanfarið nokkuð virk þegar kemur að því að bæði að taka þátt í samtalinu hvað varðar vinnuna inn í sérfræðingahópunum aðalega kannski að koma að með okkar rödd og einnig bara að setja okkur inn í málin í fyrstu skrefunum þannig að það mjög mikilvægt. Snúum okkur aðeins að aðal efni þessa viðtals. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kynnti þann 4. júní nýja evrópska stefnu viðnámsþrótt vatns, European Water Resilience Strategy, sem þú vannst að ásamt fleirum. Segðu mér frá svona helstu markmiðum og inntaki þessara stefnu. Já, akkurat, vatnamál hafa verið mjög ofarlega þegar kemur að vinnu þessarar framkvæmdastjórnar sem tók við ekki fyrir löngu síðan og hún Jessica Roswall sem sem sagt þá framkvæmdarstjóri, hún einmitt sænsk og hún svo fyrsta til þess að hafa vatn í sínum titli. Þannig að hún sem sagt framkvæmdastjóri vatnamála eða viðnámsþrótts vatns eins og við höfum sagt, hringrásarhagkerfis og umhverfismála. Og það kom mjög fljótt fram í starfsáætlun þessara framkvæmdastjórnar að vatn væri í forgangi. Og framkvæmdastjórninni var gefinn tiltölulega stuttur tími til að setja saman þessa stefnu og
það má segja sko það engin tilviljun í rauninni að vatn í forgangi. Ég meina við horfum í kringum okkur og það eru gríðarlegar áskoranir sem við stöndum framfyrir. Þannig að hvort sem það sko of lítið vatn eða of mikið vatn eða bara óhreint vatn. Mengun og bara hvernig við erum að kljást við loftslagsbreytingar líka. Þannig að þetta er áskoranir sem við erum að eiga við. Stefnan hún í rauninni setur fram 3 markmið og fyrsta markmiðið sem í rauninni svona stærst og kannski mikilvægast að það að laga þessa brotnu hringrás vatns. Það að segja að við höfum í rauninni, okkur hefur tekist að rjúfa náttúrulega ferla í náttúrunni með bara ósjálfbærum hætti. Og fyrsta markmiðið akkurat að reyna að koma þessari hringrás á aftur og það náttúrulega margvíslegar ástæður fyrir því eins og ég nefndi áðan, ég meina við erum að horfa fram á rosaleg flóð í Evrópu, við erum að horfa fram á mikla þurrka. Það er bæði of mikið af vatni og of lítið af vatni og þegar við erum búin að eiga við þessa náttúrulegu ferla að þá verður til þetta ójafnvægi í náttúrunni. Og með því að laga þessa hringrás eða reyna að bæta eða endurheimta þá erum við að reyna að koma í veg fyrir þessi vandamál. Þannig það fyrsta markmiðið og svo annað markmiðið að í rauninni að gera Evrópu bæði vatnsvæna og vatnssnjalla, það að segja að hagkerfið okkar það sé vatnsvænt og að samaskapi þá séum við að stýra auðlindinni á snjallan hátt. Og þarna að koma inn alls konar, tækni nýjungar í rauninni, það eru ótal aðgerðir sem undir þessi markmiði sem eiga að snjallvæða vatnsstjórnunarkerfin okkar. Og það verður bara mjög spennandi að fylgjast með þegar það aðgerðir fara af stað. Við erum bara að nota gervigreindina og það í rauninni líka þetta viðbragð sem við þurfum að hafa. Við þurfum að vita hvað að gerast akkurat núna. Bæði hvað varðar hversu mikið af vatni við eigum og líka bara hversu lítið af vatni við eigum. Það að segja þegar það eru þurrkar að þá þurfum við að vera búin að undirbúa okkur fyrir þessi tímabil. Því að eins og að það sjá að þetta mestendegni tímabil. Það koma kannski 3-4 mánuðir og auðvitað hefur það verið þannig lengi í Suður-Evrópu, við erum að sjá þetta teygast yfir álfuna. Þannig að það er markmið númer 2 og svo það þriðja markmið í rauninni, það að allir hafi jafnt aðgengi að vatni og það bara þannig að meira í Evrópu og þá fjöldi fólk sem hefur ekki aðgengi að hreinu vatni og seinustu tölur segja okkur að séum 23 milljónir sem ekki hafi aðgengi að hreinu drykkjarvatni, þannig að það réttlætismál. Allir eiga að hafa jafnt aðgengi að vatni og það náttúrulega komið bara upp áleitnar spurningar þegar við eigum ekki nóg af vatni hverjum ætlum við að veita forgang af vatnsauðlindinni þegar það fer að kreppa að. Þannig að þetta markmið snýr svolítið að því að allir hafi aðgang að vatni og að tryggja það í rauninni að það sé bæði nægt og hreint. Þetta eru stór viðfangsefni sem að þeir eru að glíma við og þú nefndir markmiðin og þá spurningin hvernig á að ná markmiðunum. Hvaða tól og tæki gerir þessi stefna ráð fyrir að nota í? Já, við erum í raun að setja þarna af stað stefnu með þessum 3 markmiðum og þeim fylgt eftir með yfir 30 svona aðgerðasviðum, mun fleiri kannski aðgerðir en það sem mikilvægast og það sem hefur verið sett í forgang að í rauninni ekki verið að smíða nýja löggjöf. Þetta stefna og þetta á vísa okkur leiðina að þá viðnámsþrótti vatns og að gera Evrópu vatnsvæna. Það sem að mun fara á stað núna að það mun fara á stað samtal við aðildarríkin það hvernig þau ætla sér að ná sínu markmiðum. Það er fyrir löngu búið að setja markmið það hvert við ætlum að fara og staðan samt sem áður sú að við erum með bara 40% af yfirborðsvatni í Evrópu sem nær markmiðin sem að vera í góðu vistfræðilegu ástandi.
það þýðir að 60% í slæmu ástandi. Og samaskap erum við bara með 27% af yfirborðsvatni sem nær því að vera í góðu efnafræðilega ástandi. Ég meina, þetta eru rosalegar tölur og það að vera í efnafræðilega slæmu ástandi þýðir að vatn uppfyllt af efnum sem á ekki að vera í vatni. Ég meina, þetta eru þungmálmar, þetta eru eilífðarefni, þetta eru PFAS, þetta eru skordýraeitur, þetta eru lyfjaleifar, þetta eru efni sem að eiga náttúrulega bara alls ekki verið til staðar í vatni. Þannig að það fyrsta í rauninni svona stóra aðgerðin að það bara að sittast við borðið og tala við ríkin og framfylgja því sem nú þegar til staðar í regluverkinu. Og það, sko, ef að ríkin væru að setja meiri kraft í að innleiða þá löggjöf sem nú þegar til staðar, þá væru við ekki á þessum stað. Þetta kalla þá líka á vantarlega samráð og samtal við fyrirtæki í vatnsgeiranum, landbúnaðinn, hagsmunasamtök og svona mjög breiðan hóp. Já, heldur betur og ég meina vatn undirstaða allra þessara atvinnuvega og við byggjum okkar samfélag upp á vatni. Ég meina það orkan og það matvælaframleiðsla og það eru og það meiri segja þessi gervigreind og öll þessi tækni fyrirtæki sem að byggja bara í rauninni afkomu sína á því að hafa nægt vatn og hreint vatn. Þannig að þetta samtal er mjög mikilvægt. En þetta samtal hefur líka átt sér stað í aðdragandanum og við erum að vinna að því að innleiða náttúrulega vatnatilskipun Evrópusambandsins sem að í rauninni gerir ráð fyrir því að það sé búið til kerfi í kringu það hvernig þú stýrir auðlindin á sjálfbæran hátt og það þá náttúrulega þurfa þessi stóru fyrirtæki og þessi stóru atvinnugerar að koma að og vinna saman að þessum markmiðum sem við þurfum að vinna að til þess að ná á þann stað sem við viljum vera á. Það vatnatilskipunina og mér skilst að þessi stefna hafi líka tengingu við fráveitutilskipun Evrópusambandsins. Við erum búin að vera að tala heilmikið Evrópu, það er að segja meginland Evrópu fyrst og fremst. Hvað með Ísland? Hvernig staðan á Íslandi og hvernig snertir þetta hagsmuni Íslands nú þegar Ísland innleiðir þessar og fleiri tilskipanir Evrópusambandsins á endanum tekur upp í samningnum Evrópska efnahagssvæðið og svo íslenska löggjöf. Hvernig snertir þetta Ísland núna og svo í framhaldinu? Já, það alveg rétt að vatnatilskipunin, hún í rauninni svona rammatilskipun yfir margar aðrar reglugerðir og tilskipanir sem að þá í rauninni eiga að ná þeim markmiðum að allt vatn sé í góð ástandi. Ég meina með því að vinna að öllum þessum innleiðingan og öllum þessum reglum að þá átt að ná góðu ástandi vatns. Og Ísland einmitt náttúrulega að taka upp þessar tilskipanir og þessar reglugerðir og við erum með vatnatilskipunina heima, lög um stjórn vatnamála sem að gerir ráð fyrir því í rauninni að það sé byggt upp þetta evrópska kerfi sem að við erum að vinna eftir. Það er að segja að við séum að flokka vatn niður í ákveðnar einingar, að við vitum hvert ástand vatns við tökum bara stöðuna, hvert ástand vatnsins okkar og þannig erum við að tala bæði yfirborðsvatn og grunnvatn og þegar að við vitum stöðuna að þá getum við farið í aðgerðir, þannig að og til þess að taka stöðuna að þá þarf ákveðnar, það þarf í rauninni að fara í bæði það að vakta vatn, bæði hvert þá efnainnihald vatns og hvert heilbrigði þessara vistkerfa sem að eru í vatnin okkar og svo að drykkja vatnið að það þarf að fylgjast með því auðvitað og tryggja að það sé hreint og hreinleikinn standist kröfur og þegar að við erum búin að koma upp þessu kerfi að þá getum við í rauninni farið að búa til stefnu það hvernig við ætlum okkur að vera eftir 20 ár. Til dæmis, ég meina nú erum við að horfa til þess að aðildarríkin eru búin að innleiða sem sagt 3 vatnaáætlanir. Ísland hefur gefið út sína fyrstu vatnaáætlun, við gerum það árið 2022 og erum þá að vinna núna því að búa til okkar vatnaáætlun númer 2 og það þurfti náttúrulega bara í rauninni að forgangsraða mjög vel heima hvaða var sem að átti að koma fram í þessari vatnaáætlun og
það sem í rauninni staðan svo að okkur, sko, við þurfum að byggja upp þekkingu. Það kannski númer 1, 2 og 3 og það að segja að við þurfum að þekkja auðlindina sem við erum að vinna með, alveg saman hvort við erum að tala yfirborðsvatn eða grunnvatn. Því að við erum að nýta náttúrulega yfirborðsvatn í margt. Ég meina yfirborðsvatn verður náttúrulega í rauninni viðtaki mengunar þar sem að við erum að hleypa þá affalli út í yfirborðsvatn, hvort sem það strandsjór eða ferskvatn. En að samaskapi náttúrulega þurfum við líka að vita hversu mikið við getum nýtt af vatni og þá ég að tala grunnvatnsauðlindina. Hún ekki endalaus þessi auðlind og við þurfum að fara að ganga hana sem slíka. Nú hafa sveitarfélög í Íslandi við til dæmis skoðum fráveitumálin gert stóra hluti, lagt í miklar fjárfestingar og svo líka athyglin, hún beinist mjög að vatnsvernd meðal annars í Heiðmörk. Þannig að þarna eru stór viðfangsefni og það stundum rætt það að við þurfum að fá einhvers konar undanþágur eða það ekki alltaf sömu aðstæði við á Íslandi og í Evrópu. Við séum með litla reyningar, lítið sveitarfélög. Hvernig horfir þetta við þér? Já, það má kannski segja að sko Íslendingar standa svolítið með pálmann í höndunum. Ég meina við erum mjög rík af vatni og við vitum að við eigum mikið af vatni. Við vitum kannski ekki hversu mikið vatni við eigum og það það sem þetta gengur kannski allt saman út á og það að sko þekkja auðlindina og gera í rauninni þá ráðstafanir og stefnum það hvert við ætlum okkur að stefna. Hvað ætlum við að nýta og á hvaða hátt og hvar viljum við vera eftir x mörg ár og ég held að við getum alveg lært af öðrum þjóðum, ég held við séum öll að horfa á sömu áskoranir, mögulega eru aðstæður eitthvað öðruvísi á Íslandi heldur en annars staðar, en í stóru myndinni erum við að glíma við sömu áskoranir og allar aðra þjóðir. Það að segja, við erum með þessa ótrúlega verðmætu auðlind í höndunum og við þurfum að bæða þekkjana og vita hvernig við ætlum okkur að vinna með hana. Þannig ég held að að svona stefna eins og spurður áðan einmitt hvaða áhrif munum koma til með að hafa eins og í gegnum samningin EES-svæðið og svo framvegis. Ég held að við getum nýtt öll þessi tæki og tól sem verið að vinna af í Evrópu eða annars staðar heima. Við getum þó að kannski verði ekki beint tekið upp í löggjöf eða annað að þá eru þarna aðgerðir sem að ég held að geti nýst mjög vel. Þetta í rauninni svona svona verkfæra box sem hægt að taka þá út þau tól og tæki sem að þú vilt nýta til þess að stýra þessari auðlind. Hefur Ísland eitthvað það að segja hvernig þessari stefnu framfylgt? Nú þetta stefnu á vettvangi Evrópusambandsins, þú talaður sæti við borðið, höfum við eitthvað þetta að segja hvernig þetta verður útfært? Já, já og nei, við getum alveg látið okkar rödd heyrast. Evrópusambandið í mjög víðtæku samráði við hagsmunaaðila og það alveg eins við Ísland eins og önnur ríki þar sem við erum að taka upp þessa löggjöf. Og þessi stefna hún í rauninni felur í sér eins og við nefndum áðan að það að ýta áfram aðgerðum sem nú þegar eru til staðar í löggjöfinni. Þannig að þetta í rauninni svona eins og vegvísir hvernig við ætlum okkur að komast á þennan stað að vera vatnsvænni og geta í rauninni tekist á við þessar áskoranir sem eru bæði mengun vatns og ósjálfbær nýting og loftslagsbreytingar, flóð og þurrkar og verið að ganga á líffræðilegum fjölbreytileika, allar þessar stóru áskoranir og þannig að og við erum bæði við borðið þegar að kemur að því að vinna að markmiðum löggjafarinnar. Við erum að einhverju leyti inn í mörgum af þessum vinnuhópum og þar getum við lagt okkar orð inn og tekið þátt í því sem að verið að gera. En að samanskapi líka hægt að horfa til þess að það eru ýmsar stöður auglýstar hjá Evrópusambandinu og þessi staða sem ég í til dæmis auglýst reglulega hjá Evrópusambandinu þar sem að ríki og Ísland og Noregur og EES-löndin geta í rauninni sent sína sérfræðinga til þess að taka þátt í þessari stefnumótun og lagasetningu sem að hér fer fram. Þannig það eru ýmis tækifæri til þess að koma að, myndi ég segja. Og síðan höfum við ESA, eftirlitsstofnun EFTA, sem að fylgir eftir meðal annars vöktun á þessum hlutum, vatnsvöktun og svona heldur EES-ríkjunum við efni, ef svo má segja. Já, það akkurat þannig, en ég meina að það framkvæmdastjórnin sem fer með þetta hlutverk gagnvart aðildarríkjunum
og það er ESA sem að þá framfylgir innleiðingunni hjá Íslandi og það sem að í rauninni gerist eins og til dæmis þegar að við skilum inn okkar vatna áætlun að ESA fer yfir þá áætlun og er í mjög þéttu samstarfi við framkvæmdastjórnina líka vegna þess að þetta er náttúrulega sama löggjöfin. Þannig að við erum að fá náttúrulega frá þá ESA í rauninni ábendingar og hvað ég segja, ef það er einhverju úrbætur sem þarf að gera þá fá íslensk stjórnvöld þá fá þau memo það í rauninni, þannig að það er þannig sem það virkar og ESA fylgist með þá innleiðingunni á þessu regluverki sem að Ísland innleiðir og fer með þetta eftirlitshlutverk. Hefur þetta áhrif á virkjanir, vatnsaflsvirkjanir, nýtingu vatns til orkuframleiðslu? Sko stefnan tekur, það er aðeins komið inn á vatnsaflsvirkjanir í stefnunni. Þetta er náttúrulega í rauninni sko stefna sem að lítur að vatni og við getum náttúrulega sagt að orkugeirinn er náttúrulega stór hagsmunaaðili þegar kemur að vatnsnýtingu. Það sem að við erum að setja fram í stefnunni varðandi iðnað og þar með tali líka orkuiðnað er að það er þessi vatnsskilvirkni. Það er að segja að við séum að nýta auðlindina á sem allra bestan og snjallastan hátt. Að virkjanir sem að eru nú þegar til staðar að þær séu nútímavæddar og það sé komið upp kerfum þar sem að sé fylgst með þá þessari orkunýtingu og það sem er sett fram og er kannski nýtt líka í stefnunni er að það er sett fram markmið 10% vatnsskilvirkni í Evrópu og við eigum að vera búin að ná því fyrir árið 2030. Og þetta er markmið sem mun verða útfært núna bara á næstu misserum. Það er að segja að það eru mörg ríki sem eru að nýta vatn á mjög mikinn hátt vegna þess að þau bara þurfa þess eins og í Suður Evrópu. Og eru að nýta vatn á miklu, vatnsnýtingin er miklu betur en 10% og svo eru önnur ríki sem að nýta vatn á mjög óskilvirkan hátt og geta sem sagt tekið til hjá sér varðandi það að spara vatn. Og þetta verður útfært þannig að ríkin, það er lagt í hendurnar á ríkjunum að útfæra hjá sér hversu mikið þau geta dregið saman í vatnsnýtingu. Og þarna held ég að þessi iðnaðurinn og orkuiðnaðurinn komi mjög sterkt inn að bæði hvað varðar snjallvæðingu og það að ná þessari nýtingu upp á þeim mannvirkjum sem nú þegar eru til staðar og það er svolítið stefnan að gera það og leki til dæmis, leki í lögnum, þetta er stórt vandamál og það að koma upp kerfum sem að í rauninni koma auga á hvar lekin er til staðar og þannig að sé hægt að laga og nýta vatn betur og þetta er stórt atriði í stefnunni. Rétt í lokin Birna, hvað er svona framundan örugglega nóg að gera hjá þér? Hvaða stóru verkefni eru framundan fyrir utan þessa stefnum viðnámsþrótt vatns? Já, það er ýmislegt í pípunum, svo má segja, og það sem náttúrulega er mjög áberandi núna hjá Evrópusambandinu er þessi samkeppnishæfni og það er náttúrulega ákveðin áskorun að vinna með öll þessi markmið náttúruvernd og umhverfisvernd og samkeppnishæfni og ég held að það séu allir bara upplýstir það að við þurfum að einhvern veginn að ná fram markmiðum okkar þegar kemur að umhverfis- og náttúruvernd en að sama skapi að einfalda kannski ferlana og regluverkið í kringum það. Og þetta hafa svona verið kannski svolítið skilaboðin undanfarið að fara svona í gegnum það sem að nú þegar er til staðar og mögulega þá leggja fram tillögur einföldun en að sama skapi að halda í þessa þann metnað sem að Evrópusambandið hefur sett í umhverfisvernd undanfarin ár í gegnum eins og The Green Deal og Net Zero og allt þetta. Þannig að það er í rauninni það sem að kannski býður svolítið núna handan við hornið og við erum í rauninni byrjuð að vinna því að horfa svona svolítið á reglurnar og sjá hvað við getum verið þá bæði skilvirkari og einfalda hlutina á þess að slá af.
það búið að boða það að það verði farið í gegnum umhverfislöggjöfina í svona þessum Evrópusambandið kallað omnibus og það svona með haustinu mun fara mjög svona bratt af stað myndi ég halda og þá erum við að horfa á bæði EU taxonomy, það flokkunarreglugerðin eins og við nefnd heima. Það að segja varðandi þessa umhverfisgagnaskil og hvernig fyrirtæki geta í rauninni flokkað sig sem sjálfbær. Og við erum byrjað að fara svona svolítið í gegnum þær kríteríur og þarna kemur einmitt inn bæði jarðvarminn og vatnsaflið og bara til þess að sjá hvort eitthvað hafi breyst í löggjöfinni síðan þessar reglur kom út eða hvort það sé eitthvað hægt að einfalda. Þannig að það svona það sem liggur fyrir en síðan það líka bara leyfisveitingarnar sjálfar og leyfisveitingar þegar kemur að til dæmis vatnamálum að og horfa svona eins á hvernig þetta spilast allt saman og þetta hvorki held ég ný eða gömul umræða, við höfum rætt þetta líka heima á Íslandi varðandi náttúrulega leyfisveitingar og annað hvort það sé eitthvað hægt að einfalda og þetta búið að vera umræðan hér í Evrópu líka að regluverkið sé orðið og flókið og það sé einhvern veginn kannski hægt að hvað ég segja einfalda eða þá að setja fram leiðbeiningar hvernig ástanda að þessu. Þannig að það kannski það sem að svona liggur fyrir og svo náttúrulega vitum við líka að fráveitureglugerðin var endurskoðuð ekki fyrir löngu síðan og það náttúrulega í ferli bara að hvernig það verið tekið upp heima og mér langaði að nefna að það eitt nýtt sem kemur fram að það þessi framleiðenda ábyrgð þegar kemur að sem sagt lyfjaleyfum og snyrtivörum að það sett í rauninni svona fram í fyrsta skipti þessi ábyrgð á framleiðandan að hann þurfa að standa í rauninni kostnaðinn af því að vakta þessi efni sem að verið að setja í vörur út í vatn og þetta í rauninni þessi mengunarbótaregla sem þá innleidd þarna inn í þetta nýja regluverk eða endurskoðað regluverk fráveitur og ríkin fá svolítið bara að útfæra hvernig þetta verður en í svona grunninn þá það þannig að þeir sem að framleiða og setja á markað efni sem að hafa neikvæð skaðleg áhrif á vatn að þeir eiga að standa straum af því að vakta í vatni hvað að koma frá þeim og hvað að fara út í þessu auðlind. Þannig það áhugavert að fylgjast með því og þetta hefur alveg vakið upp viðbrögð hjá þessum framleiðendum en þetta var vel undirbúið hægt að segja hjá framkvæmdastjórninni. Þetta bara vísindalegar sannanir fyrir því að þetta séu efni sem að hafa mjög skaðleg áhrif og við þurfum að fylgjast með því og ná þessu aftur úr vatninu. Það greinlega að mörg að hyggja. Takk fyrir spjallið í hlaðvarpi Samorku Lífæðarlandsins. Birna Guttormsdóttir, sérfræðingur hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Takk fyrir.